Komið blessuð, verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Gesturinn kemur nú bara hérna labbandi eða keyrandi til mín, heitir Marta, TH í nafninu. Nafnið er eftir ömmunnar sem var þýsk kona. En Marta, hún tekur sér fyrir hendur það sem að konur gera nú kannski ekki yfirleitt. Hún er búin að vera lögga og slökkviliðsmaður og ég veit ekki hvað og við ætlum að spjalla pínlítið saman. Verið með okkur. Marta, vertu velkomin. Takk fyrir. TH. Ég vissi að þú myndir spyrja þetta. Er það? Já, ég heiti höfuðömmunni. Já. Sem var móðurömmu, sem var þýsk-grísk. Þýsk-grísk? Já. Vá, það er engin smá blanda. Og þegar ég var skýrð þá var ég bara með ekki með H-inu. Og ég var alltaf ósátt við foreldra mína, ég skildi ekki skrifa nafnið mitt eins og amma var. Já. Þannig ég breytti í fermingu. Já, er það? Já. En þekktur hana? Já. Og kynntist henni vel? Já. Hún bjó hjá okkur, sko. Hvar? Hún flytti til Íslands, hún var kynntist afa mínum sem var óperusöngvari. Hvað hét hann? Einar Kristjánsson. Var hann afi til? Það var afi minn, já. Þú segir ekki, en gaman. Hann er amma kynnist honum þegar hann fer að syngja út í Þýskalandi. Já. Var hún söngkona sjálf? Nei. Já. Þannig hann kynnist bara venjulegri þýsk-grískri konu þar og hún flutti svo með honum til Íslands? Já. Talaði hún íslensku? Já. En hún talaði alltaf við okkur þýsku. Sviðskinin. Nei, er það. Og náðu þið því strax? Já. Þannig að þú tala þýsku líka? Já. Beitur henni eitthvað? Ég skil hana meira heldur en ég tala hana. Já. Beitur henni eitthvað? Stundum ger ég það. Já. Og svona sérstök orð sem amma notaði sem að stundum poppa upp í hugan þegar ég er að tala um mömmu og svona. Hvernig, hafði hún þetta söðræna útlit á eða? Grískt útlit eitthvað? Já, pínu. Hún hafði það? Já. Líkist þú henni? Nei. Hún var pínu lítil, ég er svolítið stór. Já. En hvernig voru jól og áramót þér? Bara fín, yndisleg. Börnin mín hjá mér. Já. Ég fæ af þessum 5 er ég með 4 hjá mér. Þannig að það er bara dásamlegt að fá það. Já. Þetta er nú svona tími þar sem að fjölskyldur reyna að sameinast. Já, mér finnst það voða gaman. Ég er voða mikið fyrir að hafa alla hjá mér. Mér finnst það voða gaman. Já, þú ert einn af þeim sem vill bara hafa alla hjá sér alltaf. Já, ég er svolítið mikil mamma. Já. En þú gerir nú kannski margt annar fleiri heldur en að vera bara mamma. Þú vinnur hjá eldvarnareftirlitinu. Já, ég er í slökkviliðinu á Akureyri. Já, þú ert í slökkviliðinu. Já. En sem sagt eldvarnareftirlitið er undir slökkviliðinu. Já. En þú varst slökkviliðsmaður? Já, ég er atvinnuslökkviliðsmaður. Já, en þú gengur enga vakti sem slík eða hvað? Nei, ég er í eldvarnareftirlitinu. Hvað gerur þá í eldvarnareftirlitinu? Ég er í skoðun á fyrirtækjum, gefa umsagnir, skoða teikningar, bara allt sem að lítur að öryggi eldvarnarþætti. Er þetta skemmtilegt? Mér finnst þetta rosalega gaman. Já. Þetta er svo víðtækt. Hvernig er tekið á móti þér í fyrirtækjum? Mjög vel, heilt yfir. Það er ekki það að menn séu eitthvað að segja hvað er þetta eldvarnar eftir það koma og rífa kjaft og skipa okkur fyrir og þess aftar? Það var svolítið mikið þegar ég byrjaði helvítis eftirlitið er nætt. En það er ekki þannig í dag. Þetta er orðið bara, við vinnum orðið svo mikið með mannskapnum og við bara reynum að finna lausnir og þarna. Hvað er það helsta? Þú komst einhvern tímann hingað til mín í flugsafnið. Já. Og þú skammaði mikið neitt. Nei, það var allt í lagi. Það þarf ekki að skamma neitt. Og yfirleitt er það þannig. Já. Að fólk vill hafa þessu hluti í lagi og það er mikið hringt og beðið upplýsingar og fólk vill hafa hlutina eins og þau eiga að vera. Já, auðvitað. Tengist þetta eitthvað tryggingamálum líka?
oft á tíðum gerir það. Þú veist, ef að kviknar í og það kemur í ljós að þið hafi verið á staðnum, gefið út hérna, tilkynningar breytingar og annað slíkt og það ekki gert, geta menn leið í því? Það getur gert það, já. Já. Þannig að það ef það er búið að rjúfa til dæmis hólfanir eða eldvarnarskil, og þá getur það verið tryggingamál. Þarft þú þá ekki að vera í svona pælingum í hvaða efni í veggjum og þess áttar? Jú, stundum það. Hvaðan hefur þá kunnáttu? Þetta bara námið sem ég er búin að fara í gegnum. Já. Bæði er ég búin að fara í gegnum atvinnuslökkviliðsmanninn og svo er eldvarnar eftirlitsmaður líka til. Já, það er sérstakt nám að baki því. Já. En slökkviliðsmaður, hvernig skóla fara menn í gegnum þar? Þetta var 12 vikna námskeið sem við fórum í. Þá er það bara reynt á alla þætti, reykköfun og bjarga fólk í bílum og bara nefndu það. Hvernig er þetta? Gaman. Þetta er gaman. Þess vegna er maður í þessu. Já, þetta er gaman. Gaman að fást við eld. Sem betur fer það nú ekki dagstæðlega hjá okkur. En sem slökkviliðsmaður, varstu þá líka, lentir þá líka í sjúkraflutningum? Já. Ég hefi vísu ekki unnið í slökkviliðinu sem slíkt. Nei. En ég er búin að fara í gegnum allan pakkan, atvinnuslökkviliðsmanninn og sjúkraflutningana. Þannig að ég er ráðinn inn sem ég get dottið inn í öll störf. Eru miklar kröfur líkamlega burði og þess áttar? Já. Þarftu að æfa mikið? Við þurfum að vera förum í þrekprófi einu svona ári sem við þurfum að skila. Og það þarf náttúrulega að vera til þess að bæði þurfum að hafa líkamlega burði til þess að lyfta og svo þurfum við fyrir reykköfunina og annað þannig að. Ertu sterk? Já, það held ég. Það er alveg þokkalega. Já, það heldur þú bara, segðu mér, ertu sterk? Já, ég hef allavega ekkert. En þú þarft að lyfta sjúkrabörum og þess áttar. Já. Það er ekkert alveg svona, þú veist að, ekki víst að allar konur raunni geti það. Nei, þetta er ekkert fyrir allar. Nei. En af hverju ferð þú í þetta? Í slökkviliðið? Já. Ég veit það ekki. Af hverju ekki hárgreiðslukona? Stundum spyr mig að því, akkur ég vel alltaf kalla vinnustæðina, sko. Já. Ég er svolítið í því. Já, en af hverju fórst í þetta? Ég var svona í millibilsástandi þegar ég tók mig frí úr lögreglunni. Varstu lögga líka? Já. Já. Ég var lögreglumaður í 15 ár. Hvar? Byrjaði í Reykjavík og svo kom ég hingað norður. Eigum við ekki bara að byrja, nú slúum við bara að byrja á þessu. Nú slúum við bara að byrja á löggunni, sko. Og þú ferð í lögguna? Já. Og eftir nám eitthvað? Eigum við að segja eftir nám og eftir að 2 börn og þá fyrir ég í lögguna. Hvað ertu að segja? Og hvað dróð þið þangað? Ég átti svo flottan afa sem hann var aðstoðaryfirlögregluþjónn í Reykjavík. Og hét þá? Sigurður M. Þorsteinsson. Já. Siggi Móses. Mekta maður. Hann var það. Já. Hann var alltaf svo rosalega flottur. Og mér fannst að ég þyrfti að pröfa þetta því ég átti svo flottan afa. Já, er það? Þess vegna verið í lögguna. Ég ætlaði bara að sækja 1 sumar. Já, bara svona í aflýsingar eða þess aftar? Já. Og svo þegar ég var búin að vera þarna sumar þá kom til að þarna senda fólk í skólan og ég sagði jú, fyrst ég komin þá ætla ég bara að drífa mig. Fór í skólan, kláraði hann og var í 15 ára lögreglunni. Endaði hérna fyrir norðan í þarna sem varðstjóri á einni vaktinni. Og hvað í hverju fólst þetta hjá þér í Reykjavík? Bara svona almenn löggustörf? Já, almenn löggustörf og fjarskipti. Hvernig, það er oft verið að tala um þetta að því að heimurinn versnandi fer, eins og stundum er sagt, að þið lendir í svo mörgu sem að við hin lendum ekki í. Hvað þarf að taka á þessu? Það er ansi margt sem maður lendir í. En sumt erfitt, sumt skemmtilegt. Þetta er allur skalinn. Já. Tölum þetta erfiða fyrst. Þið vissu að það væri eitthvað alvarlegt. Já. Undirbýr maður sig í huganum? Það er yfirleitt þegar maður er á leiðin á vettvanginn. Að þá erum við að ræða saman. Og maður er að undirbúa sig. Já. Og svona,
Og svo bara, þegar þú ert komin á vettvanginu, þá ferðu bara að vinna. Já, ferð bara í þetta. Maður fer bara í þetta, þú veist, við erum ekkert að fara út úr þessu, við erum að sinna þessu. Já, en það er alltaf ljóst að það er ekkert allir sem að treysta sér í þetta. Nei, þetta er ekkert fyrir Koma kannski einhverjum óþægilegum aðstæðum, slysið einhverju slíku. Fallast mönnum ekki bara hendur? Stundum. Ég get þetta ekki. Stundum er það. Hefur þú sagt ég get þetta ekki? Nei. Það er ekki komið. Bara farið í þetta? Já. En eitthvað skemmtilegt líka? Já, það er fullt af skemmtilegum hlutum. Hvað fannst þér skemmtilegast við það að vera í löggunni? Nú er þetta vaktavinna. Já. Mér fannst rosalega gaman að vera í hlutunum sem afi var að gera. Sem að var? Hann sá þjálfun lögreglumanna, sá heiðursverði. Mér fannst það alltaf rosalega gaman. Stjórnaði þú svoleiðis? Nei, ég stjórnaði því ekki, en ég var í heiðursverði. Varstu í heiðursverði í Alþingi og þess vegna? Já. Já. Þannig að mér fannst það alltaf svona flott. Já, það er dálítið fallegt. Já. Og að því að svona fallegur heiðursverður, það skiptir svo miklu máli hvernig það lítur út. Já. Nafn afaðinn sem hún nefnir, að það er svolítið tengt einmitt þessu, svona heiðursmannavarða dæmi. Hvenær segistu flytja norður til Akureyrar? Við alkomum 2000. Já, það er það langt síðan. Já. Þannig að þú náttúrulega varst ekkert í 2008 dæminu í Reykjavík, skeri nú á öllu því. Nei. En þegar þú kemur norður, hver var helsta breytingin? Bara það var allt miklu rólegra og bara umhverfi hérna og við vorum náttúrulega með 3 stráka með okkur hérna og stutt og kannski bara vegalengdirnar. Já. Það var kannski, þú þurftir ekki að leggja á stað hálftíma á náttúrulega mæti í vinnuna, það tókti 5 mínútur að keyra í vinnuna þegar maður kemur norður sko. Já. Þannig að ég held að vegalengdirnar hafa verið svolítið. Sko þægilegt. Já, stutt í allt, Já. Alveg sama hvað maður gera. Já. Fara í fjallið, Kjarnaskóg, Mývatn, veist. Nú er komið 2016, þið komið 2000. Ætluðu þið að vera svona lengi? Ætluðu kannski bara við 2 ár eins og oft er þetta? Já, við ætluðum bara að láta þetta ráðast. Já. En? Við ætlum ekki að bera beinin okkar hérna. Við erum alveg ákveðin í því. Ég ætla ekki að spyrja henni hvað þið ætla að gera það. En hvað er þá í farvatninu? Útlöndi eða aftur söður? Nei, ætlum að enda ekki í Reykjavík, ég hugsa það. Já. Eða fyrir sunnan. Fjölskyldan þín, hver er maður þinn? Hann heitir Ragnar Kristjánsson. Hvað gerir hann? Hann er lögreglumaður. Hvað er talað yfir matarborðið? Það er ansi oft sem er verið að ræða eitthvað svona sem hefur... Tengst vinnunni? Já. Já, hann er lögga líka. Hvernig gengur það? Það gengur bara vel. En nú verðið þið sko... Við skiljum hvort annað. Já. Við erum svo heppin, við skiljum hvort annað. En fyrst þegar þú kemur þá ferðu lögguna hér. Já. Og hann væntanlega líka. Já. En þið hafið varla gengið vaktir saman? Nei. Við gengum vaktir törnina saman, þannig að við vorum í fríu saman. En gagnstæða vaktir. Já. Hvað eigið það börnum? Við eigum, ég og 2 stráka og svo eigum við 1 strák saman. Já. Og svo fékk ég 2 yndislega stelpur. Þannig að þetta er stór fjölskylda? Já, þetta er stór fjölskylda. Hvað ætla þeir eða þau að verða þegar þau eru stór? Þau eru náttúrulega svo stóra að þau eru út allt sko. Já. Elsti strákurinn minn er í þarna húsgagnasmíði. Já. Og strákurinn með 2 sem ég kalla trúðinn minn, hann er í sirkusskóla út í Hollandi. Nei, er það? Já. Já, það er magnað. Já, og það er gaman að hann. Og svo er ég með 1 sem er 16 ára sem er í verkmyndaskólanum. Hér á Akureyri. Hvað finnst þér það að eiga strák sem er að læra að vera trúður? Vist það er yndislegt. Mér fannst þetta, hann var alltaf svona skoppandi út allt og maður alltaf, æ, Bjarni, hagaðu þér. Og svo fór maður að hugsa, hvað það væri dásamlegt að geta verið svona. Við getum ekki öll átt lækna og lögfræðinga, eins og ég segi. Nei. Og hann er svo bara gaman að lífinu og... Og hvað stefnir hann á að gera? Hann ætlar að klára þessa sirkus, hann er á 3. ári núna þarna úti. Úti í Hollandi? Já. Sirkusskóla þá? Já. Og er hann þá ekki sko ofsalega vel á sig kominn og liður? Rosalega, líkamlega góða formi. Já. Sýnir að þeir eitthvað svona þær hittir? Já, það er alltaf eitthvað.
Hann má ekki ganga fram hjá grænmetis kælnum í Netto og þá er hann komið appelsínurnar og maður alveg bara, en svo er þetta æðislegt. Já, þetta nú að skemmtilegt. Þetta það. Það svo gaman þegar menn ekki fara ekki eins og það segir sko, læknir að lögfræðingur. Já. Gangi ekki alveg sömu leiðina. Nei. En þú ert lögga til að byrja með, en förum þá enn framar. Skólinn þinn þá, þú bjóst í Reykjavík? Ég bjó í Reykjavík, já. Og ég er stúdent frá Fjölbraut í Breiðholti. Já. Og kláraði sjúkraliðan þar. Sjúkraliðan? Já. Já, ég ætti það líka. Já. Svo fór ég að vinna þarna á tannlæknastofu. Og svo fer ég í, já, ég er að vinna á tannlæknastofu þegar ég fer í lögguna. Svo er það bara löggan og slökkviliðið og svo fór ég aðeins á skíðin og var skíðaþjálfari og kennari á tímabili í Reykjavík og Kópavogi. Ferðu mikið hér í Hlíðarfjall? Ég gerði það, já. Gerðir það, hvað áttu við? Síðasti vetur fór ég ekki mikið. Mér fannst bara ekki nógu gott veður. Já. Ég vil bara vera gott veður og gott færi. Þú vilt bara hafa superfæri og sól. Já. Já, þá ferð þú að skíða. Já, hitt. Ég er búin með hinpakkan, sko. Hitt er bara vesen. Já, ég er búin með hinpakkan. Fara á æfingar undir hvaða kringumstæðum sem er. Hvernig var að vera stelp í Reykjavík á þessum tíma? Þegar þú ert í skóla og lítið stelpa. Bara mjög gaman. Hvað gerðu þið? Við vorum alltaf eitthvað bara allar stelpunnar. Já. Við vorum í vinahópur bara þarna í skólanum og... Hvar áttur heima? Ég var í Breiðholtinu. Já. Neðri Breiðholtinu. Já. Það var kannski einkennstaldið þegar maður var yngri, hvað var mikið að leikjum út eins og kvöldin og krakkarnir að hittast og... Já, eftir mat. Já, það var alltaf rosa gaman. Já, en hvernig er þetta núna? Maður sér allar börn úti. Er þetta bara tölvan? Þetta er bara tölvan, held ég. Já. Rosalega mikið. Já. En hvernig finnst þér að þau að því að þú vinnur þannig vinnu að þú þarft að vera í góðu formi og æfa þig og að þjálfa og hugsa svo til þess að það er hinn kynslóð þarna rétt á eftir þér sem að setur bara við tölvu og er bara að pæla í tölvum og iPodum og hvað þetta heitir allt saman. Og maður skilur þess að krakka ekki. Af því þau eru komin í svo mikið tölvumál, sko. Já. Ég finnst það skelfilegt að hugsa til þess að krakkar hugsa ekki betur um sig. Eða kannski ég sé ekki krakkarnir, ég held að það sé pínu bara foreldravandamál líka. Já. En þið löggurnar, þú og maðurinn þinn, hugsuðu þið um þetta varðandi ykkar krakka? Já, Settu þið reglur, tölva bara til þetta, bara þennan tíma? Veistu það, við reyndum það. Gekk það ekki? Ég held að maður ná ekkert að stjórna þessu. Maður setur alltaf einhverju reglur. Já. En ég held að það sé ofsalega erfitt að við erum bara venjulegu foreldrar, sko, eins og kljást við þetta eins og allir aðrir. Já, fást í sömu hluti að koma sér upp heimili og flytja ykkur á milli sveitafélaga. Já. En af hverju fórstu svo úr löggunni yfir í slökkvilið? Ég var svona á milli í smá fríi í lögreglunni og þá ákvaði mig langaði til þess að breyta til og fannst þetta spennandi þarna í eldvarnaeftirlitinu. Já. Að það væri svolítið mikið, þar er náttúrulega mikið laga og reglugerðabatteri nákvæmlega eins og ég er búin að gera í löggunni. Já. Þannig ég var ekkert að fara úr mjög, þetta var svona svipað umhverfi. Nei, en þú fórst á öskunni í eldinn? Ég fór á öskunni í eldinn. Já. En gekkstu vakti sem slökkviliðsmaður? Nei. Ég hef ekki gert það. Aldrei gert það? Ég hef séð þig á æfingum, í galla og öllum í hjálm og súrefnisgrímur og annað slíkt. Já. Við förum alveg reglubundnar æfingar og ég er með í öllu, sko. Já. Og ég er þannig að ég geti farið í öll útköll. Og ég er kölluð í það. Og þú kannt á allar græjurnar og allt það? Já. Þetta er bara liður í þjálfunin okkar. Já. Vinnurðu með mörgum? Ég er ein í þessari deild. Já. Því miður, en ég vona að það fari nú að breytast. Já. Það eru gefnar út bíómyndir, það eru gerðir þættir, framhaldsþættir slökkviliðsmenn. Horfir á það? Stundum gerir ég það. Þetta eru voða hetjur. Já. Svo hakka maður sjá og svo maður alveg bara, vá.
Þetta er svolítið rugl stundum, sko, en Já. það er gaman að horfa á þetta. Þetta- Sæti strákar og svona. Ofsalega sæti strákar og þeir fara úr og ofan og svona. Já. En það er sko, er þetta, bursið frá því, er þetta þá eins í rauninni starf hér eins og er hjá þeim? Nei. Það er ekkert svona? Nei. Nú? Af hverju þá verið að búa til svona þætti? Ég veit það ekki, þetta er svona amerískt. Ég vil ekki segja það. Já. Þarna erum við fjölskyldu vandamál og þarna komum við upp ástamál og þar fram eftir götunum. Já, þannig að þetta er svolítið amerískt. Þú horfir á þetta svona með ákveðnum fyrirvara. Já. En það er miklu minna í rauninni sko útköll slökkvilis heldur en var hér áður fyrr. Já. Er það Þetta er svo öflugt eldvarnareftirlit. Er þetta eldvarnareftirlitinu að þakka? Já, ég held að sé bara fólk er á svo meðvitað líka og vilja hafa hlutinu leið. Já, auðvitað. Marta, fyrir utan kannski skíðin og það, hvernig er að halda saman svona stóri fjölskyldi það var? Höfðu þið áhugamál saman, sameiginleg? Já, við erum svo heppin með það. Við erum á sömu línunni og gerum voða mikið saman og erum í sömu áhugamáli. Og hvað er það? Við erum náttúrulega í líkamsræktinni og svo erum við dottin í golfið núna. Ertu dottin í golfið? Já, dásamlegt. Og við erum í því núna alveg á fullu. Eru þið þá tvö saman í því? Já, strákurinn með okkur. Og strákarnir líka? Já, þessi yngsti er með okkur í þessu. Þannig að það fjölskyldan er í þessu saman, en golf gengur ekkert öðruvísi. Nei. Og svo vorum við á mótorhjólunum á tímabili. Hvað sér á mótorhjól? Já. Áttu mótorhjól? Ég átti mótorhjól, ég er ekki á mótorhjól eins og er. Nei, áttu þið þá tvö? Já. Hvernig hjól? Heyrðu, ég var á Yamaha Fazer 1000. Já, Yamaha Fazer, ok. Og hann var á, það er ekki Racer, það er Fazer. Fazer, hver er munurinn á Fazer og Racer? Þú situr ekki á Racernum eftir alveg niðri en þú situr meira uppi á Fazer. Já, bara svona eins og venjulegt hjól, eins og á að vera. Já. Fóruð þið mikið á því? Já, við ferðum svolítið. Er það? Já. Hvert fóruð þið? Við fórum hringinn eða hluta hringnum einhvern tímann og svo var maður að fara á ljósanótt. Og á hverju þangað? Það er svo mikið hjóladæmi þarna í kringu það. Já, kemur hjólafólk þangað á þeim tíma? Já, svo ekki, ég hafði ekki hugmynd það. En hvernig hafið þið farið hérna hringinn landi? Voruð þið með tjald og... Nei, þá bara gistum við á hótelum og... Já, ertu góð á mótorhjóli? Já. Hvað hefurðu farið hraðast? Það man ég ekki. Ég hótaði því nú þegar ég fór á þetta hjól, loksins þegar ég lét til eðast að fara á hjóli. Ég var alltaf töðandi mannum mínum, hann var í umferðardeildinni í Reykjavík og vældi. Hann langaði svo í mótorhjól. Og ég bara, ég hætti nú þessu öllu og gaf mig svo fyrir rest og hann kom í hjóli heim og ég settist á það og þar var ekki aftur snúið. Fannst þetta skemmtilegt? Þetta var ógeðslega gaman. Eitthvað fleira ferðist þið mikið? Já, við gerum það svolítið. Nú er aðalmálið að fara bara í golfferðir. Og hafið þið farið í golfferð? Já. Hvert? Aðalega til Ameríku. Farið þið þá niður til Flórida eða þess áttar? Orlando. Já. Flottir vellir þar. Æðislegir. Og hlýtt. Já. Hvað ertu með í forgjöf? Hún fer lækkandi. Ef ekki segja það bara, ég er ennþá að æfa mig. Já, sjálfsögðu er menn að æfa sig, það er ekkert hægt annað. En þetta þykir ykkur skemmtilegt. Já, mér finnst það. Eru þið þá í hóp með einhverjum öðrum? Já, við erum bara hinum og þessum og svo erum við líka í hóp, sko. Já. 2016, ég var að tala um það, hvernig verður þetta ár? Hvernig viltu hafa þetta ár? Þetta verður bara mjög gott ár. Að ferðast og bara lifa lífinu. Við skulum gera það. Og Það er gaman bara að spjalla þannig. við þig, Marta. Takk. Gangi vel í eldvarna eftirlitinu og líkamsræktinni og uppeldi barnabarnanna og allt þetta.